Góðan daginn, kæru vinir. Við erum svona að velta fyrir okkur ýmsu og til að mynda því að sem við öll eigum okkar æsku og eins og ég hef oft talað hér að þá er mín æska mjög góð og það er alveg ástæða til þess að drepa á henni eins og hinnu sem að ver fór fyrir hjá öðru fólki og ekki svo að skilja maður sé að gera eitthvað lítið úr því eða bergsla mönnum einhverjum ósannindum þar. En það sem betra var líka þarna og það er allt til að geta það því að við erum auðvitað bara að segja sannleikann. Þetta auðvitað segir okkur það að líf manna er bara ekkert alltaf eins og hjá sumum er það svona, hjá öðrum er það öðruvísi og þyngra og leiðilegra. Þannig bara er það og hvað ætlar þú svo sem og hvað ætlar ég svo sem að gera í því? Ósköp lítið sem ég get gert því að ég ekki ræði ég lífi annarra mann og kvenna. En það er sem sagt æskan. Einhverra hluta vegna og einhvern veginn gildir það mig líklega eins og þig að hún er svona ferskust í minninu. Og það er í sjálfu sér alveg skiljanlegt mál því að þú ert á þeim aldri að í raun og veru er hver nýr dagur í sjálfu sér bara ný upplifun, ný reynsla, ný kennsla. Og þú ert alltaf að sjá eitthvað sem er nýtt, eitthvað sem er ferskt, prófa eitthvað nýtt, reyna eitthvað nýtt og það var svo margt sem var nýtt á þeim tíma. Hver til að mynda manni ekki eftir í því í fyrsta skipti sem hann fór einsam alla heiman. Það var mikil og stór stund. Og það gerðist hjá mér árið 1966 í endaðan maí líklega, já, eða í byrjun júní, líklega í endaðan maí. Þegar ég fór fyrsta skipti í sveit. Þessi sveit var í Flóanum, fyrir austan Selfoss, þú veist hvað Flóinn er. Og byrjaði með þeim hætti að þú kannski manst eftir við neðst á Hellisgötunu og þar til hægri var hraun og þar svolítið lengra var grjótveggur og þar á bakvið var tún, allt í lagi með það. Á þessu svæði fyrir framan þennan grjótvegg byggðu við strákarnir, nokkrir strákar, nokkra kofa sem við vorum með dúfur í. Og þarna vorum við mikið að vappa í kringum þessar ágætu dúfur og þess að hirða þær og við gerðum það með sæmd og syntum vel. Og ég man eftir einum vini mínum sem er árið eldri en ég að hann kom til mín þetta vor og lét mig vita að á þessum bæ sem hann hafði verið á árið og undan vantaði strák og hvatti mig til þess að fara og vera þessi strákur sem færi í sveitina þarna sumarið. Hann ætlaði sjálfur að vera á næsta bæ og gerði það. Og ég sem sagt lífna allur við þarna við dúfukofun okkar og fer beint niður á símstöð á þess að tala við pappa og mömmu fyrst, eins og svona allir siðaðir strákar gera en ég gerði ekki. Og hringi austur og tala við bónda og honum líst allavega nógu vel ákveða að hann segir honum bara að koma. Svo fór ég beint heim og lét mömmu vita og hún sagði já, það er bara svona, svo. Ekki meira en það. En ég reikna nú með að annarkvort hafi bóndinn hringt í mömmu eða mamma í hann og kynnti sér svona máli hvað strákurinn væri nú að baksa. Og svo að settum tíma þá sem sagt kveð ég heimilið mitt og mér rekið upp á BSI sem þá var rútustöðin í bænum og það ekki ennþá, jú ég held það. Í alveg svoleiðis ausandi rigningu
vorregni eins og oft er og við ökum sem sagt af stað og það fljúga alls konar hugsanir og minningar í gegnum huga þessa 12 ára stráks eins og nærri má geta sem var að fara á nýjar lendur og nýjan stað sem hann auðvitað vissi ekkert hvernig yrði en var spenntur. Spenntur vegna þess að í gegnum árin hafði hann heyrt marga félaga sína tala sína sveitadvöl og allir gerðu það með svona mjög jákvæðum hætti. Og sumum hlakkaði beinlínis til að halda þessu sveitastarfi áfram. Þannig það var ekki kvíðvænlegt að fara í sveit. Enda það að fara í sveit var mjög algengur gerningur á íslenskum heimilum í bæjum og borgum, í bæ og borg á þessum tíma og ekkert nýtt verið að segja hér. Þannig að maður heyrði sögurnar frá þessum krökkum, jafnöldrum hans, og þær voru allar bara mjög jákvæðar, mjög góðar og eftirvænting að fara aftur og spenningur. En sumum auðvitað leiddist og voru að fara út í eitthvað sem þeir vildi ekki fara og tóku upp ýmis ráð til þess að koma sér aftur heim og struku úr vistinni. En það var ekkert endilega vegna þess að eitthvað væri að á heimilinu. Við vitum bara hvernig krakkar að sumum bara leiðist og þeir gera eitthvað í málunu. Og þeir struku og létu sig hverfa, notuðu þumalputtann til að húka sér bíl og komast heim. Og ekki orðið það meira. Þetta var bara eitt af því sem gat gerst. Á þess að vera neinn áfellisdómur yfir einn eða neinn. Svona bara eru börn eins og vorum að tala áðan. Og ég sem sagt í bílnum í þessari grenjandi rigningu og flýgur ýmislegt í gegnum hugan eins og vænta má við slíkar kringumstæður því að það sem ég að gera hafði ég aldrei gert áður og ég var svolítið að vaða blint í sjóinn með framhaldið en eins og ég var líka að tala áðan og þá bjó yfir þessu öllu saman spenningur og tilhlökkun. Ég hlakkaði virkilega til að fara og takast á við sveitavinnuna. Og ég man eftir því að á leiðinni austur, ég hef oft talað þetta, á leiðinni austur, við erum komin fram hjá Selfossi, á þessum tíma fannst manni Selfoss vera á heimsenda. Manni fannst þessar vegalengdir alveg hræðilega langar og kannski ekki leiðilegar en langar. Og ég man eftir því að í útvarpinu var spilað lag eftir Lovin Spoonful hét hljómsveitin og Daydream, þú kannast nú við það kannski. Og þessi söngur, hann hefur fylgt mér allan tíman til dagsins í dag og ég get bara ekki neitað því að ef ég hlusta á hann en þó ég geri það alltaf annars slagi, þá fer ég alltaf inn í þessa rútu og horfa út gluggann og sé regndropana leka niður bílrúðuna. Þetta svona minningin og ég á leiðinni í sveitina. Og rútan heldur áfram og ég veit svo sem ekkert hvar þessi bær og ekki, þekkti mig ekkert þarna í sveitinni og hann stoppar og segir, jæja Unnur, hér ætlar þú að fara út. Og hann kemur með mér út, bílstjórinn, og afgreiðir mig með þessa 2 poka, þetta voru hveitipokar sem að móðir mín þvoði og setti fötin mín í. Það var mjög algengt að þessir hveitipokar væru notaðar. Ég man eftir því þegar ég var á sjó seinna, þá held ég að minn fyrsti sjópoki og mínir fyrstu sjópokar hafi verið svona þvegnir hveitipokar. Nema hvað að ég tek pokana og stend þarna við hliðið og horfi upp eftir
upp í brekkun og upp á bæinn sem var þá í byggingu. Þetta hús var í byggingu þegar við vorum þarna og fólki bjó á neðri hæðinni. Það var verið að standsetja efri hæðina og bara svona tilbúin til tréverk og alla meira en það þegar ég kem inn. Og það heyrist í hundi sem að gelti þarna inn í húsinu, var við einhvern þarna við hliðið og það er ekki eins og það er hundasiður að gelta þegar þeir verða eitthvað varir sem þeir viti ekki alveg hvað það er. Og ég geng þarna upp brekkuna áleiðis til útidyrana og upp tröppurnar og kný á dyr og fólki áttu þetta von á mér og það er svona hálfstolpaður hvolpur sem var fyrstur fram. Það vildi nú skoða hennan grip sem var að koma. Það flaðraði nú held ég ekki upp í mig. Það var svolítið svona, ekki með orð með það og mér auðvitað bara tekin með kostum og kynjum og boðin velkominn og allt það og eitthvað gefið að borða og allt saman það. Og vinur minn sem var á næsta bæ var kominn held ég eitthvað viku á undan mér og hann var þess bara kominn í drift og byrjaði að sinna sínu bústörfum sem verkamaður og agri bóndans. Fólkið þeim megin hliðar var fullorðið fólk, roskið fólk. Bóndinn þar en bóndinn mín megin var á miðjum aldri, hress kall, hló oft og hló hátt þegar hann hló. Hann var nú alltaf hlæjandi þannig að það þurfti ekki að kvarta undan því. Og það svona verður smá í samgöngur á milli okkar strákanna. Ég gekk oft yfir til hans og eyddi kvöldinu með honum en já, gerði það nú svona stundum. Þurfti alltaf að fá leyfi, ég baði alltaf leyfi til að fara. Það maður kunni ekki við annað. Og það var náttúrulega bara dónaskapur að gera það ekki. Það var alveg auðfengið og allt það og það voru auðvitað fasta verkin sem við gerðum. Ég slapp nú reyndar við morgunfjósið. Ég held að þau hafi farið eitthvað 7-leytið morguninn í fjósið og svo þegar frúin kom inn eftir mig allt þá kallaði hún inn í herbergið mitt, Konráð. Það kom inn klukkan 9 og þetta fór á fætur. Og ég fór á fætur. Þegar eins og ég sagði áðan, þá var húsið, efri hæðin var bara rétt svona tilbúin undir tréverk. Og það sem rýmið niðri var nú ekkert mikið og var bara svona fyrir fjölskylduna. Þá held ég að sofið fyrstu næturnar inn í stofunni í sófa þar og svo hlóð bóndinn úr einangrunarplasti og voru svona plötubúnt og staflaði þessu upp í loft og bjó til vegg sem hann klæddi með textplötum sem þá voru algengar en svona að detta út þessar textplötur, þú kannski mannst þetta textplötunum. Og á þessu var hurð og þarna var ég í ágættu yfirlæti inn í þessu herbergi upp á lofti þar sem eftirlifði sumar sem var megin partur minn af tíma mínum á þessum bæ. Og einhvern tímann á leiðinni kemur þarna strákur og við bjöggum saman inn í þessu herbergi á meðan hann var sem var svona helmingurinn af tíma mínum. Og ef ég man þetta rétt, þá var hann búinn að vera þarna einhvern tímann áður. Ekki sumarið og undan því að þar var þá strákurinn sem var á hinum bænum, þannig að kannski sumarið þar og undan hafði hann verið þarna. Þetta var strákur á Sauðburðareyki og ég og því kominn vel á 70 aldurinn í dag ef hann lifandi, ég hef ekki hitt hann síðan þá. Og þetta var ágætis strákur og að vísu hljóp hann hraðar, ég ekki man eftir því að hann hljóp svolítið hratt þessi og ef við hlupum þá fór hann alltaf fram á mig og það fannst mér ekkert skemmtilegt.
En það var ekkert við því að gera, sumir hlaupa bara hraðar en aðrir. Minnir að þessi ágæti náungi á, hann hét Kjartan þessi strákur. Minnir það að ég hef einhvern tímann á hittan farið heim til hans sem sagt eftir að ég kom heim. En það var þó ekki nema í eitt skipti, ég man aldrei eftir að hitta hann áður. Og hann er þarna á bænum og er í að hlaupa fram með þegar svoleiðis skáll var á okkur. Hvolpurinn sem að mætti mér og flaðraði ekki upp um mig kemur svolítið við sögu í þessari sveitaferð vegna þess að mér fannst það svolítið leiðilegur af því að hann var alltaf urrandi á mig. Ég veit ekki af hverju hann gerði það og hann elti mig alltaf, hvers ég fór og elti hann mig og alltaf urrandi. Og ég var svolítið þreyttur á þessu urri í hundinum og einu sinni sem oftar áin, heitir hún ekki Varmá, áin sem er þarna í flóanum, jú, ég held að hún heitir Varmá. Og það var eitt sem að gert var á þessum bæ, þetta var svolítið sniðugt, að það var kastuð út lína á kannski 6-7 stöðum upp með ánni og allt á annað slagið fór maður og vitjaði þessara lína og það kom fyrir að það væri fiskur á og þá greiddi maður hann úr og kom með hann heim og svo var hann etinn, já, kvöldið, þetta var fínasti fiskur og Seppi alltaf með og alltaf urrandi og eftir mér. Og það ekkert grimmur og ekkert hættulegur en eitt þannig, þetta var svona leiðindar á hann í honum og eins og ég segi þá leiddist mér þetta alveg hrikalega maður og hann var venja að Seppa af þessu sko. Þannig að ég sný mér við og kalla á hann og hann kemur alveg hlaupandi og ég tek hann í fangið og labba með hann að árbakkanum og 1, 2 og 3 og hendi kregin úti og urrið sem að heyrðist á leiðinni þegar hann var að skella í vatni, það var aldeilis til að hlæja að maður og ég ló alveg hátt og innilega. Og hann skellur í vatnið og krassar sig eða syndir tilbaka og svo ok, svo heldur hann áfram að elta mig og vera hann í námunda við mig og urra. Og svo gerði ég þetta sama einhvern tíma seinna og þá sneri ég mér að honum og hann fór í fangið á mér og ég fleygði honum urrandi út í vatnið. En hann eyðilagði alveg skemmtunina fyrir mér á þessum verki því að ég man ekki hvað það tók mér langan tíma, kannski 3-4 skipti. Þá var bara vinurinn elti mig náttúrulega og alltaf urrandi, gerði alltaf eins. Og svo þegar við fórum að nálgast fallegan árbakkan, þá bara stökk vinurinn sjálfur út í vatnið og synti þarna smá stund og kom svo upp og eftir. Hann algjörlega tók að mér ánægjuna af því að grípa í hnakkadrambið á honum og hleygja honum öfugum út í ískalt vatnið og þess að lækki honum rostan, það var nú meiningin, en hann lækkaði aldrei í honum rostin, hann jókst nú reyndar ekkert við þetta, en það lækkaði ekkert í honum og hann var bara þarna, var alltaf með þetta urr og eftir mér. Og samt eltaði mig alltaf, hversi ég fór, þá var hann alltaf rétt við hliðina á mér. Þetta hvolpsgrey. Þannig að sú ánægja var reynt af mér og ég var nú ekki hrifinn af því að ég ætlaði nú virkilega að hafa virkilega gaman að þessu og hafði gaman að þessu þangað til að vinurinn bara fór að gera þetta sjálfur. Hann hefur kannski hugsað með sér að geta láta hann konna henda mér neitt í ána, ég hef bara syndi í ánni og þetta var eftirleiðis bara það sem við gerðum. Hann sem sagt kom á eftir mér, nokkra metrar á eftir mér, hann var alveg stíll á þessu. Svo þegar við nálguðumst bakka á Varmá, þar sem þessi önglar voru, þetta voru á landareign bóndans, þá bara tók hann þarna smá sundsbrett, einn hring eða hálfan hring þarna, eina beygju og svo upp á bakkan aftur og hristist í svoleiðis að hverju ropi skall fór af hárum, hundshárunum og
Ég held að sé nú bara eiginlega þurir og eftir þessu sundalið hrista sig svo svakalega. En þetta var mér mjög eftirminnilegt og þessi hundur líka vegna þess að hegðunin var þesslega hjá honum að þetta urr í honum, ég fattaði þetta ekki alveg af hverju það var, en ég held að kallinn hafi sagt mér það að hann gerði þetta við krakka. Ég var náttúrulega þetta bara krakki. Ég var 12 ára og ég var bara barn og hegðaði mér eins og barn vegna þess að ég var bara barn. Þarna voru yngri systkini, eitthvað nokkrum árum yngri, svo eldri og strákurinn ennþá yngri. Og við lékum okkur saman þetta sumar. Ég 12 ára gæi og þau minnir að stelpan hafi verið 9 ára og við lékum okkur bara saman eins og börn gera. Ég oft verið að hugsa þetta. Maður var ekkert fullorðinn maður. Ég var barn. Ég man eftir því, eitt af því sem við gerðum og lékum okkur við bjöggum okkur eins og krakkar gera og örugglega til sveita kannski meira en í bæjanum. Við fengum okkur svið, beinin og voru það ekki kindur eða beljur, ég man ekki hvort var. Og við útbjöggum okkur smá reit sem við girtum af með einhverjum kubbum og vöðum með spotta og það var girðingin og þarna vorum við að leika okkur. Svona annars slagið yfir sumarið þegar tími gafst til. En maður náttúrulega þurfti að vinna, það var ýmislegt sem þurfti að gera og maður var með í því. En svona var tíminn þar og ég hugsaði oft það seinna, maður var bara barn á þessum árum. Og hegðaði sér eins og barn og að því maður var bara barn. Ég lít nú svo á að 12 ára strákur sé bara barn. Þetta ekkert fullorðinn maður. Kannski sagði hæðin á mér til annað. Ég var svolítið stór krakki, mjór og langur. En ég var bara barn. Það var nú bara það sem maður var. En þetta var mjög góður tími og ég hef ekkert nema gott þennan tíma minn að segja. Og þetta var fræðandi, þetta var þroskandi og þetta var já, bara mjög góður tími. Maður lærði margt. Maður lærði svona vissa mannasiði og borðsiði sem maður hafði ekki tileinkað sér áður vegna þess kannski var ekki mikið lagt upp úr þeim á mínu heimili en þarna var það og maður var að bíða eftir, maður settist náttúrulega við borðið og svo þegar allir voru sestir þá gat maður byrjað að borða. Ég held að þetta fólk hafi verið trúað fólk, ég man ekki hvort að það fór með einhverja borðbönn, ég bara man það ekki, en það getur vel verið að það hafi verið, en eitthvað segir mér að þetta fólk hafi verið svona, já, trúað fólk. Og það var nú ekkert verra að það væri það og það var gott við með þetta fólk og ég vona að ég hafi líka verið það. Það var allavega ekkert kvartað undan hegðuninni á mér. Svo í muni. En þannig var þetta sumar, við vorum bara þarna í störfunum okkar og ég fór að vitja önglana í ánni annars slagið og hundurinn alltaf með. Hann var við sama heygarðshorn og ég man ekki hvort hann synti bara áfram, ég veit það ekki, man það ekki. Og allavega gerði hann fyrst og eftir, ég var alltaf að henda honum í ána. Þá gerði hann þetta fyrst og eftir, jú ég held hann hafi haldið því bara áfram. Hún fannst þetta bara gaman, en eyðilagði alla skemmtun hjá mér af að vinna voðaverkin mín. Stundum fer þetta öðruvísi en við ætlum. Og svo komum við, ég man alltaf eftir því, svo byrja sláttur. Og kallinn var með Ferguson-vél, nýlega þá. Svo var þarna önnur gömul vél sem hét Massey Harris og hvað sem maður eftir henni. Og Massey Harrisin var svona, já, ekki mikið notuð, en hún var notuð í heyskapnum til að knýja blásarann. Á vélinni, Harris-vélinni var svona hjól sem var hægt að setja reim á
og reiminn fór sem sagt frá traktornum utanum hjól á blásaranum og svo bakkaði bara vélinn nógu mikið til að strektist á þessum borða og svo sem sagt var hún gangsett og þá snerist þessi reim og náði alveg feikna krafti nógu miklum til þess að blása heyinu upp í súrheysturnin sem var nokkra metrar hár og það var nú aldrei fjör að vera þar, það lenti á manni eitt af því sem maður gerði þarna í þessum, þegar var verið að vinna hey í súrhey, þá var það minna þurrkað, ég man nú ekki hvort það var tekið bara beint á túninu, ég man ekki alveg hvernig það var. Nú var það ekki bara slegið og síðan rakað saman og hirt og svo sem sagt sett þannig inn í súrheysturnin og þegar fór að hækka í turninum og allt var við að fyllast og orðið fullt og ekki hægt að koma meira upp, þá var þessi sem þú ert að horfa á og hlusta á hér sendur upp mjóan stigann sem að var að klifra upp inn í svona sívalningi þar sem að þessi stigi var alveg upp í topp og þar fór maður inn í turnin og hérna blásarinn var settur í gang og það var verkið sem var uppi að taka frá blásaranum og ýta því til hliðana allan hringinn. Þannig var hægt að setja meira í turnin því að það seig heyið. Þannig að það var hægt að koma talsvert miklu inn eftir að hann raunverulega orðinn fullur með því að því hey bara sígur. Og þessar ferðir fór maður nokkrum sinnum og fannst nú ekkert skemmtilegar því að blásturinn var slíkur að þetta þyrlaðist allt upp og alveg maður var þakinn heyi og vann með lokuðu augun og allt saman það, en þetta var ekkert hættulegt en maður vissi alveg hvernig maður átti að gera þetta. En þetta var eitt af verkunum sem við þessi guttar unnum og kallinn gerði það nú stundu líka að vera þarna. En ég held að ég hef nú gert það oftast, en allt í lagi með það. Þetta var mikið stríðsátök þarna uppi manni að heyinu og stráinu sem fuku í allar áttir og alveg svoleiðis stungum mann í kinnarnar svona eftir það gerðist nú reyndar ekki. En mér finnst þetta ekki skemmtileg vinna. En það er ekki allt endilega skemmtilegt, en það er samt að gera. Þannig var þetta nú þarna. Þetta er bara, líklega alltaf verið gert á meðan þessir súrheysturnar voru og súrheysturnin var mjög algengur á þessum árum. En held ég ekki, þeir eru nú eitthvað með súrheysturnar ekki í sveitinni, en þetta eru járnturnar í dag og allt öðruvísi byggðir, þetta var steypt upp. Þannig eins og í stærðum sem bara dugði fyrir fjósið og þetta var þannig gert að það var hægt að taka úr honum inn í fjósinu. Þetta gekk einhvern veginn niður í fjósið og þar var lúga og þar var hægt að róta úr þessu súrheyi til að gefa kúnum. Það er alveg vitlaust í þetta súrhey en þetta var eitt af því sem við gerðum. Já, ég man eftir því líka þegar við vorum að byrja að slá og maður hlakkaði svakalega til maður, það var gaman að vera í slættinum og eins og ég var að tala og þá vorum við bara börn og ég man eftir því að þegar traktorinn setur niður sláttuvélina á hliðinni, þetta var nú ekki þyrlur sem þeir voru með, sláttuþyrlur, þetta er bara sláttuvél til hliðar. Hún er eiginlega held ég ártaki bara hestasláttuvélinna. Hestasláttuvelin, hún var þannig, hún var svona til hliðana og ég held að þessi traktorsláttuvélar hafi verið svipað uppbyggðar, eiginlega bara sama hugmynd. Og þess að vélin byrjaði að slá þarna og við, það gaman í okkur, við gengum eftir sláttuvélinni
og í heyinu eða í grassinu sem var búið að slá að þetta var alveg æðislega gaman maður. Fannst manni, maður skilur nú ekki í dag akkur maður að þessu, en maður skilur ekki allt sem maður gerði þá, en gerði. Og svo bara tók maður þátt í vélavinnunni, reyndar var ég ekki, ég held ég að verið svolítið klaufi á þessar vélar og kallinn var ekki alveg að treysta mig til þess að gera þetta, það var allt í lagi með það. Þetta bara svona, maður þarf bara að sýna þjálfun. Og dóttir hans, hún var miklu yngri en ég, stóð sér svo heti þarna á traktornum og hún í raun og veru sá eftir þetta að vera á vélinni og já, og ég man ekki alveg hvernig var ekki eitthvað sem að týndi upp á eitthvað sem að óg með, ég man ekki alveg hvernig þetta var. Nema þegar var verið að slá í súrhey, það fór mikið í súrhey, þá man ég að það var sérstök vél sem að sló túnið og blési beint upp á vagnin. Þetta tæki var sem sagt komið þá og ég held að hafi búið að vera í nokkur ár þegar ég þarna. Sem sagt það sló og hirti leið. Og það var eins með það þurfti að vera maður á vagninum, sem var þó ég og kannski líka bóndinn, ég held að við höfum verið tveir þarna, og við rótuðum úr hrúgunni sem að sláttutætarinn kom með, blés upp til okkar. Og þessi ágæta heimasæta, hún ók vélinni á meðan, sem að ég sennilega hef átt að gera, en var ekki að ná alveg neinu tökum á, nógu góðum tökum á, þannig að ég var bara tekin úr embættinu og fengið annað. Þetta var svona nokkuð þægileg leið, góð leið til þess að slá, því að þetta var bara tekið beint á túninu og svo var bara vagninu fullur mikið að heyblásaranum, og minnið það nú þurfti að taka þetta allt saman út með höndunum, minnið það nú, jú, það var nú örugglega gert, og semst að bóndinn hann rótaði af vagninum upp í blásaran og ég sjálfsagt með honum að meðan það var minna í honum, en svo þegar fór að fara ofar í turninum, þá var vinurinn að fara upp, sem var ekki alveg skemmtilegt, eins og ég segi. Þetta var sum störf bara eru ekkert skemmtileg. Og þarna var fjós, svo ætla ekki verið 15 kýr þarna, ég hugsa það. Og það þurfti að moka auðvitað flórinn, og ég man alltaf eftir því að við þurftum að bera mykjuna bara á skóflunni út. Það var einhver hjólburur eða neitt og maður gekk út á fjóshauginn sem var þarna fyrir utan og eftir spýtu, og það var ekkert gert með þessa fjóshauga, þeir bara voru fyrir utan þessa bæi á þessum tíma. Menn vildi ekkert nota þennan húsdýra áburð á þessum árum, heldur bara tilbúin áburð. En það allt saman var síðan breytt, og þú sérði ekki þessa fjóshauga í dag, heldur spreyja menn þessu beint á túnni í gegnum þessa dreifara sem að sjá verkið. En það var ekki þá. Þetta var algenga leiðin að menn söfnuðu bara fjóshaug fyrir utan hjá sér sem bara gréri. Og svo var ráðist í að fjarlægja þetta og sem sagt að það breyttist þá þessi stíll að nota ekki húsdýra áburðinn sem allir eru sammála í dag að sé hið besta mál. Man alltaf eftir því að heimþrá, hún var ekkert að plaga mig. En mikið ósköp fannst mér vænt það kom nú ekki oft fyrir, einu sinni tvisvar sumarið, þegar að fólkið mitt kom. Ég man eftir að móðir mín og faðir kom með systur minni og hennar manni kvöld.
Já, við vorum í fjósinu til 8, við vorum einmitt að koma úr fjósinu þegar að þau renn í hlað. Og það voru aldeilis fagnaði fundir maður. Sjá fólkið sitt eftir 2 mánuði eitthvað svoleiðis. Og ég man alltaf eftir því að mágur minn, blessaður, hann spyr mig, hvað er þið að fara að gera núna? Ég við erum að fara í mat, sagði ég. Mat? Það er ekki búinn að borða. Hans matatími var klukkan 7 kvöldið og punktur og eftir. Það var alveg bara rasandi hissa þegar ég var að fara að borða og klukkan var að ganga 9. Þetta er bara hneyksli maður. Það var mjög undrandi á þessu. En þetta er alvanalegt í sveitinni að borða sig klukkan 8. Þannig að sinn siðurinn er bara á milli manna og kvenna. Og svo heldur þetta bara áfram í þessu rúndi. Og svo komaði réttum, það voru féð þarna og allt saman það. Og ég fer í, ekki skeiðaréttir? Í fyrsta skipti í réttir. Og það var bara eins og alltaf gaman í réttunum. Ég man ekki hvort að menn var að kneifa vín, ég man það ekki, örugglega hefur það nú verið, er það ekki alltaf gert í réttum, nema ég veit að ekki þetta fólk, því að það var stakt bindindis fólk og hafi alltaf verið, þannig að það var ekkert það að ræða það. En það var gaman að vera í réttunum, þetta var mikið upplifelse og siður sumra bænda var að gefa vinnumönnum sem voru hjá þeim með sumar lamb. Það var nú reyndar ekki gert þarna. En sumir menn gerðu þetta, ég veit ekki hvort að hann gerði þetta svona einhvern tímann, en allavega gerði hann ekki þarna. Ég held reyndar að það hef ekki verið til siðs þarna. En sumir bændur þeir gáfu þessum krökkum lamb sem að ól náttúrulega fæddi af þessu lömb sem að þögðu og áttu. Ég veit ekki hvað var gert við þetta, kannski var þetta bara til kjöttframleiðslu og menn fengur svona skrokk annars lagið af sinni framleiðslu. En svona var þetta. En svo kemur sem sagt að því að það eru vistinni líkur og þessi sem þú þér að horfa og hlusta á alveg gat ekki beðið fyrir spenningi að komast heim, það var alltaf gaman að koma heim. Og hann fékk á launum eftir sumarið, og ég taka fram að ég var ekkert að mæðast yfir því, 250 krónur, sem voru ekki mikli peningar þá, en samt meiri peningur heldur en 250 kallir í dag, sem nokkuð mikið meira en það. En þetta var afrakstur minna 4 mánaða dvalar í sveitinni, sem var nú ósköp létt og fór mest bara í leiki og svona hjá okkur krökkunum og skildur þannig sé mjög léttar og léttvægar og farið mjög vel með mann á öllu leyti, það verð ég að segja. En ég man eftir því að þegar maður kom heim, þá var einn mjög glaður. Ég man alltaf eftir því að maður var svo kurteis og prúður og stilltur að þegar kom að mat þá náttúrulega settist ég og beið eftir því að hinir kæmu og þeir horfðu á mig, af hverju færið þið ekki að éta drengur? Það var ekki til siðsneitt að vera að bíða eftir einu leið og menn settust og bara byrjuðu þeir. Þar líka er sinn siður á hverju heimili. Og ég náttúrulega afvandist þessu mjög fljótt því að maður vill nú halda í ósíðina sína, þannig bara er það. Þannig að í einhver skipti í nokkra daga hélst þetta reyndar að ég beið þarna stilltur og prúður alveg eins og stytta, en svo fór það allt út í veður og vind. Þetta var nú sveitasagan mín. Var að gaman að lifa ykkur að heyra hana, þetta er gaman líka fyrir mig að rifja þetta upp og segja þetta gott í dag og
kannski gerum við eitthvað meira af þessu. Aldrei er að vita.